Daginn og velkomin í Silfur Egils. Við fáum hér ansi flottan gest á eftir. Það Robert David Putnam. Hann prófessor í félagsvísindum við sjálfan Harvard-háskóla. Við ætlum að ræða við hann traust aðalega. Hann hefur ritað mikið það sem kallað félagsauður. Og félagsauður nú það sem samfélag sem hefur mikinn félagsauður talaði vera gott og samfélag sem hefur lítinn félagsauður víst ekki svo gott að vera í. Við heyrum hér á eftir í Stefán Jóni Hafstein. Hann skrifaði ritgerð í tímarit Máls og menningar sem hefur vakið mikla athygli og í lok þáttarins fáum við Jóhann Hauksson blaðamann sem búinn að gefa út bók sem nefnist Þræðir valdsins, kunningjaveldi, aðstöðu, brask og hrun Íslands. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins. Benedikt Sigurðarsyni frá Akureyri, Lilju Mósesdóttur, Eygló Harðardóttur og Birni Vali Gíslasyni. Það búin að vera dálítið svona söguleg helgi í þessum leyti. Það voru þessir atburðir við Alþingishúsið snemma í gær og svona hálfgerð upplausn. Þingmaður fær egg í höfuðið og það kastað, það verið að varpa einhverjum matvælum að alþingismönnum. Gott að það var þá ekki harðar en það. Forsetafrúin ekki í kirkjunni, hún fer út og með mótmælendum. Forsetinn heldur ræðu í þinginu og segir að þingi verði að halda áfram og klára eða komast áfram með stjórnarskrámálið áður en hægt að kjósa til forseta aftur. Björn Valur stendur ekki upp fyrir forsetanum og sumir ekki einu sinni viðstaddir ræðans. Það koma skilaboð frá lögreglunum að henni sé meginilla við að vera mannlegur skjöldur milli mótmælenda og alþingismanna. Þetta var svona í rauninni, þetta bara stórskrítinn dagur að mörgu leyti. Og ég veit ekki hvað, af hverju stendur þú ekki upp fyrir forsetanum, Björn Valur? Ég hef bara aldrei gert það, ég ekki að taka upp á þessu núna, sko. Það bara mér áberandi að því þessari stöðu. Mér finnst þetta bara alltaf kjánulegt, sko. Ég stend upp fyrir embættið og alla kanta hvað það var. Þetta svona eitthvað gamaldags og úrelt og ég löngu hættur þessu. Já, en það ekki svona virðingarleysi við embættið, forsetann? Nei, langu vegu frá því. Hvaða virðing hvers ég að standa upp á endal fyrir hvernig sitja. Já. Það vita nú allir að þér ekki sérlega lítið forseta. Þú talaðir forsetaræfilinn í ræðustólum daginn. Nei, sko, það ekki að kalla neitt ræfil. Þetta nú meiri, sko, gelisneiðingi sem að vera hérna á samfélaginu ef þolir ekki tungutak þjóðarinnar. Tala strákaræfil eða kallaræfil eða kallgrei eða eitthvað slíkt. Þetta yfirleitt bara vinsamlegt orð og sem Benedikt getur tekið undir með mér hvað þetta. Ræfilstuskan, já. Ég ræfist tuskan með þetta. Það felst ekki niðurlega ekki því og þetta algjörlega, þetta var ekki það sem lá ekki slík meining í mínum orðu ef fólk hlustar á það. Þannig að ég held að menn ekki að gera meira á hlutunum heldur en hverju sinni. Fólk má auðvitað standa upp fyrir forsetanum eða vilji. Ég hef bara ekki gert þetta í hverju hlutaverðum í gegnum tíðina bara þegar okkar leiðir hafa legið saman. Ég held að það hef ekki skipt máli hvort það var Ólafur Ragnar Grímsson eða Vigdís Finnbogadóttir í þau skipti. Ég get nú því miður alls ekki tekið undir þetta með Birni Vali. Mér finnst orðaval hans hafa verið að honum til mikillar minnkunar og óvirðing á ræðustólnum og ég verð að segja eins og að mér finnst vera eiginlega ekki hægt að afsaka það með strákskap þess að framkomu nokkurra þingmanna sem að hunsa setningu Alþingis og sýna af sér þá óvirðingu sem þau að gera. Þau taka prívat svona einhverja óvild og flytja hana inn á vettvang Alþingis og gera hana að einu af þessu punktum sem eru leiðinlegir og grafa undan jákvæðu samtali í samfélaginu og skapa bara aukna úlfúð. Það kann vel að vera að það sé rétt að menn séu enn að framlengja gamlar deilur úr Alþýðubandalaginu eins og hefur verið bent á og það algjörlega óviðunandi að mínum að þingmenn taki prívat svona skæting og flytja hann með þessum hætti þarna inn. Ég kannast í sjálfu sér ekki við það að forsetafrúin hafi
svona beinar formlegar embættisskyldur. Það hafa þingmenn. Já, þeir eru þingmenn okkar allra. En það viðeigandi að hún sé að ganga út og taka sér stöðu meðal mótmælenda meðan verið að setja þingið? Var það viðeigandi að Lilja Mósesdóttir, Eygló Harðardóttir og aðrir þingmenn, fleiri, væru að mingla hvort sem það var utan eða innan við gerðinguna við Alþingishús á meðan að hluti af setningarathöfninni fór fram? Menn geta spurt þessara spurningar. Ég ætla ekki að segja þau voru ekki að sýna að mínum mati neina beina óvirðingu með því. Þau voru ekki komin inn í hinn formlega ramma, vil ég menna. Já, ég vil bara taka það fram að við fórum þarna 13 þingmenn og hlustuðum á hugvekju hjá Siðmennt á Hótel Borg. Svo hugvekja byrjaði klukkan 10 og henni var lokið rúmlega 10:30. Eftir það förum við út á trúarviðhorfa. Ég til dæmis ekki í þjóðkirkjunni, þannig að það var eðlilegt fyrir mig að fara þarna og ég hef farið á þessa hugvekju frá upphafi, frá 2009. Það er náttúrulega spurning hvort það ekki bara slaufa þessari messu á undan þingsetningunni. Það er alveg valid spurning. Já, það er einmitt. Og síðan göngum við í gegnum Austurvöll, hlustum á tónlistina, það voru þarna samstöðu tónleikar, virkilega góðir, sem því miður fjölmiðlar hafa fjallað mjög lítið og fólki hleypti okkur hann í gegn. Við bara gengum þessa venjubundna leið að þinghúsinu og okkur tókst það, en þegar við erum komin að skálanum eða nýbyggingunni að þá er grindverk þar sem við komumst ekki yfir. Þannig lögreglan segir okkur að fara þarna bak við húsið sem við og gerum og komum þá að húsinu hjá kirkjunni og við stöndum þar og tölum svona saman á leiðinu og Guðfríður Lilja segir við eigum ekki að læðast þarna inn, við skulum bara labba að fólkinu og inn í því framan en ekki baka til. Og við gerum það og við tölum svona aðeins okkar á milli og kannski fáum við skæðadrífu af eggjum yfir okkur. Já, það er þá allt í lagi, þetta eru okkar umbjóðendur sem standa þarna en ég trúi því ekki að þau geri það. Og við löpum alveg að þeim og það fljúga þarna einhver egg en ekki neitt í áttina okkur og fólki svona stoppar við og réttur okkur síðan bara höndina og þakkar okkur fyrir vel unnin störf. En þetta ofbeldi er samt og ólíðandi ár eftir ár þegar þingið er sett að það er náttúrulega það kasta hvort það er egg eða eitthvað annað í hausinu fólki er náttúrulega bara ofbeldi og það er náttúrulega refsivert athæfi. En forsetafrúin var náttúrulega líka að gera nákvæmlega sem við vorum að gera. Það var að nálgast þetta reiða fólk og ræða málin í stað þess að rétt hnefan eða og grípa til vopna eins og eggja eða tómata. Og það hefði kannski átt að gerast í stað þess að nota lögregluna þarna þegar við vorum að koma út úr kirkjunni sem skjöld. Það átti bara fólki og kirkjuna að labba hann alveg upp við grindverkið og tala við almenning sem stóð við grindverkið. Ég er alveg viss það ekki komið eitt einasta egg ef það hefði verið gert. En þetta er kannski ekki alveg, þetta er náttúrulega formföst athöfn og það er kannski ekki spurning hvort að þetta... Já, það var myndið gjá, svona symbolisk gjá, milli fólksins sem gekk úr kirkjunni og þeirra sem stóðu þarna. En ég held að það sem líka er raun að vera að segja þannig að fólk er bara að upplifa að Alþingi sé sama það. Það er að koma þannig og segja, ykkur er sama. Það hlustaði á umræðina, það hlustaði jafnvel á umræðina hér núna í haust, þar sem það var að bíða eftir að heyra alþingismenn tala þeirra hagsmunamál, tala framtíðarsýn fyrir þjóðina. Og í staðinn fyrir er eins og fólk hefur skrifað okkur að það var að upplifa okkur sem einhvers konar hjörð vitleysinga sem stóð bara þannig og gargandi á hvort annað. Og þannig að þetta er ekki bara eitthvað sem fólk er að upplifa hér heima, fólk er að upplifa þetta á heimsvísu, að stjórnmálamönnum sé sama 99% af fólkinu í þeirra landi. Við séum bara að hugsa þessi 1% sem eigi alla peningana, fari með öll völdin og þetta er það sem ég held að íslenska þjóðin sé að segja okkur og við verðum að hlusta. Við verðum að fara að tala það hvernig við viljum koma okkur út úr þessu. Við verðum að hafa ákveðna framtíðarsýn. Ég sjálf núna í morgun búin að vera að lesa ræðuna sem Roosevelt hélt þegar hann tók við embætti. Og þetta er bara uppskrift fyrir okkur planið sem hann var að leggja þar upp það hvernig við getum sett saminast, tekið höndu saman það hvernig við vinnum okkur út úr þessu. Við erum að tala það að það var efnahagslegt áfall hérna. Það var ekki einhver plága sem laðist á okkur, þetta var eitthvað sem við sköpuðum sjálf sem þýðir það líka að við getum sjálf unni okkur út úr þessu. En við verðum, okkur hefur treyst þess að leiða þjóðina til að stjórna landinu og við verðum að sinna því verkefni. Og það má ekki vera þannig að íslenskur almenningur sé að segja við ykkur er sami ykkur því að ykkur er sami okkur.
Það það sem þeir voru að segja. En nú hefur þú til dæmis gagnrýnt og sagt í pislum sem þú hefur verið að skrifa undanfæri, þá hefur verið að tala að þú hefur líka verið að beina orðinum að stjórnarandstöðuna, það þýðir ekki að vera í stjórnarandstöðu sem bara á móti. Nei. Og þar verið vinnubröðin líka breytast. Já, og það það sem að mín upplifun af þessum mótmælum og það þegar ég gekk með fyrir grindinni. Það var fólk hana sem sagði aldrei kaus í Framsókn. Það var ekki hana til þess að styðja Framsóknarflokkinn. Það voru aðrir þarna sem voru greinilega stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins og létu mig vita því. Stuðningsmenn Vinstri grænna og Samfylkingarinnar. En þeir voru allir að segja það sama. Ykkur sama okkur og þá munum við kasta eggjum og öðru í ykkur. Þannig að við verðum að axla þessa ábyrgð og fara að vinna vinnun okkar. Og auðvitað náttúrulega þannig að við erum fulltrúar óleikra sjónarmiða innan á Alþingi. En við eigum að geta komið þeim sjónarmiðum á framfæri og þannig að þau skili sér það út í samfélagið með okkar hugmyndafræði, okkar stefnu, okkar tillögur. Síðan eigum við þá að reyna að finna þá bestu tillögunar. Og ef það næst ekki niðurstaða, þá greiðum við atkvæði. Þannig virkar lýðræðið. Ég held að Eygló hafi mikið rétt fyrir sér í þessu. Ég ætla að spyrja Eygló einu bara, þetta svona innan sviga. Þú gerst svona úr skaftinu í þínu liði, stjórnarandstöðuliðinu, í stjórnarráðsmálinu. Þú Sif Friðleifsdóttir. Og það hvað, svo fékkstu miða í púlti frá þingflokksformanninum Gunnari Braga. Hvað stóð á miðanum? Varðandi stjórnarráðsmálið, það svona einmitt dæmi þetta, það eru mjög heiftarleg átök málefni sem við áttum mjög erfitt með að koma framfæri við þjóðina af hverju var verið að deila svona mikið þetta. Já. Fólk skildi þetta ekki. Nei, þetta var málþóf. Og það sem ég tel hvað mig varðar í því máli var þannig að ég hafði mjög skýra afstöðu og ég taldi að Framsóknarmenn hefðu ályktað mjög skýrt það hvernig þeir vildu hafa stjórnarráðsmálið 2007 og 2009. Hins vegar sat ég í gegnum umræðuna og hlustaði á þessi sjónarmið sem voru að koma frá stjórnarandstöðunni. Kem fram með ákveðna tillögu sem kemur til móts við þau sjónarmið með ákveðna þinglega meðferð sem var að kalla eftir og má segja þannig að ég hafi raun að vera að bakka frá minni upprunalega afstöðu og vera að koma til móts við til dæmis meginþorra þeirra þingmanna sem töluðu gegn málinu innan míns þingflokks og það var þessi tillaga gekk út af og ég var mjög sátt við þá niðurstöðu sem var það endanum ofan á þar sem við náðum að setjast niður hvað stóð á miðanum? Ég hef ekki áhuga á því að tjá mig hvað stóð á miðanum. En það var verið að skamma þig fyrir að ganga úr Það held ég líka alveg fyrir að það voru ákveðin átök varðandi þessa lausn en ég held að við höfum öll að reyna átt að geta komist að þeirri niðurstöðu mun fyrr. En þessar umræður sýndu nefnilega það að menn eru í að keppa í ég myndi ekki að segja þriðjudeild. Menn eru fastir í hlutverkaleik. Já, og eru einhverju svona, þetta heitir hvað mýrarbolti, er það ekki? Þegar stjórnmálaumræðan myndi verða að snúast þetta, hvað stendur á einhverjum miða? Nei, það er bara forvitnilegt, það er afhjúpandi. Þarna var verið að deila ákveðin málefni, ákveðna hugmyndafræði og þetta er eitthvað sem ég er algjörlega samfærð það að við eigum að geta tekist á mismunandi hagsmuni, mismunandi sjónarmið en við eigum líka að vera það fullorðin og þroskuð að við eigum að geta komist að niðurstöðu með hagsmuni þjóðarinnar í huga.